það alveg þannig, sko, í fyrirlestafræðum skilst mér að fólk man bara það síðast og í lokin, nema sé eitthvað skemmtilegt í miðinni. Þannig ég ætla að segja ykkur hvað ég ætla að segja og svona kannski helstu niðurstöðum í stuttu máli. Þannig allavega þá tryggi ég að þið munið allavega það. Þannig fyrirlestum skipst í tvennt, það í fyrsta lagi áhrif ríkisfjármála á hagkerfið og kannski niðurstaðan þar segja að það kostnaðarsamt að ná niður verðbólgu og svo vöxtum með aðhaldi í ríkisfjármálum. Það með sem ekki að segja að það ekki gera, það ef það að nýta fjármuni betur, það var önnur spurning. En svo ég eins og með annað atriði sem líka eins á jákvæðum nótunum sem að kemur aftur. Þannig ég ekki bara að gagnrýna í þennan þátt. Svo áhrif ríkisfjármálaregluna. Þarna kannski síður að segja að það komin tillögur frá ríkisstjórninni í ríkisfjármálareglu sem að ég kem aðeins inn á. Og ef maður skoða það rannsókn þá sýna það að reglur almennt, það náttúrulega mjög nýsmunandi og milli landshluta en það bæti afkomu og stuðli að stöðugleika. Og svo náttúrulega spurning hvað á að gefa fjárfestingarreglum og það ýmis jákvæð áhrif þess að undanskilja fjárfestingar. Aðeins bara stuttlega þróun efnahagsmála síðustu árun og horfurnar þar. Þeir sem hér gerir ráð fyrir að ykkur nokkuð ljótt að verðbólga var nokkuð há árun 2022 og 2023 og vextirnir svo líka. Og þessi háa verðbólgu, hún væntanlega á svolítið skipt í því að hér var mikið framleiðsluspenna. Og framleiðsluspenna, þetta sem sagt mat Seðlabankans framleiðsluspennur, sem mælir hversu mikið framleiðsla umfram framleiðslugetu. Framleiðslugeta einhver mælikvarði sem á að mæla sem sagt sú framleiðsla sem samrýmist stöðu og verðlagi. Og hér var framleiðsla umfram þetta framleiðslustig sem samrýmist stöðu og verðlagi og þá kannski það ekki að furðast að hér var stöðugur verðbólga sem á sér náttúrulega margar skýringar, húsnæðisverð til dæmis, mikil fólksfjölgun og almenn spenna á vinnumarkaði. Og verðbólgan núna komin nokkuð niður, síðust tölur voru 4,2% ef maður rétt og spátna tekið meðaltal frá Seðlabankanum og Hagstofunni eða að verðbólgan muni svona hægt og rólega lækka. Spár reyndar almennt svolítið þannig að verðbólgan muni hægt og rólega fara niður við þegar maður skoðast á Seðlabankans en þannig að á næsta ári líklegt að samkvæmt þessu spá verður 2,8% meðaltali. En hins vegar, ef við skoðum horfurnar vexti, þetta þá framvirki vextir eða það sem markaðurinn heldur að vextirnir verði í framtíðinni, þá muni þeir lækka frekar hægt. Þetta var ástæðan fyrir því að það mikið vilji fyrir því að ná þessum vöxtum niður. Fyrir áhrif ríkisfjármála á hagkerfið, þau eru kannski svona á tvennum toga eða eins og þessi beinu áhrif, það eru fyrsta lagi aðgerðir ríkisstjórnar. Byggja brýr, kennara, hækka barnabætur og margt fleira. Það er svona virkar aðgerðir sem ríkið grípur til. Og svo í öðru lagi, og það er þessi fyrsti þáttur sem ég kannski mun helst tala en svo öðru lagi eru sjálfvirk áhrif. Ef við tölur sem ég reiknað að tekjuhækkun, ef að tekjur allra hækka 5%, þá fer 40% af því í ríkissjóð. En það tekur svo með virðisaukaskatt, tryggingagjald og fleira, þá hækkar þessi tala enn meira. Ef við tökum hækkun atvinnulífs, þá fer 60% af því til hins opinbera. Það er þá netto áhrif. Þegar atvinnuleysi lækkar, þá náttúrulega lækka útgjöld til atvinnuleysisbóta og tekjuskattur eykst. Og hver eru áhrif þessara stærða, þessara þátta? Hérna mat á sjálfvirk áhrif hagstjórnar á afkomu hins opinbera, þetta í milljörðum krónum á verðlagi ársins 2024. Þetta tilfellega einstættir útreikningar, en þetta séu samt alveg góður og gildir, þannig að kannski ekki taka þessum tölum of alvarlega, en gefur alltaf einhvern stærðargráður á því hversu áhrif eru. Þegar framleiðsluspennan mikil, þá fer atvinnuleysi niður og tekjur bara upp, og þá þessi sjálfvirka áhrif frekar stór. 99 milljarðar, 127 milljarðar, sem eru, myndi ég segja, þokkalega stóra tölur, kannski seinna komum bara þessu tölur eitthvað samhengi. Nú erum við, samkvæmt mati Seðlabankans, sem var síðustu komin í slaka á þessu ári allan að meðaltali.
Og þá í rauninni gerist því öfuga. Þannig að það er í rauninni þessi sjálfvirka áhrif gera það verkum að það var meiri peningur í umferð, atvinnubætur og lægri skattlík en hefði verið ef það væri jafnvægi í efnahagsmálum. Og hvað er það sem að ríkisstjórnin að? Með því að stjórna fjármálum ríkisins og skapa skilyrði fyrir lækkun vaxta, meðal annars með stöðugleikareglu og stöðvun hallareksturs. Það er velta fyrir mér hversu leggja það í saman hversu vænlegt er þetta eða hvernig væri hægt að ná þessu skilyrði sagt. Ok, aðeins bara áður en ég fer ykkur tölur, aðeins almennt þennan fyrsta þátt, áhrif ríkisfjármála á hagkerfið almennt, ef að ríkið grípur til einhverjar breytingar, ræður nýjan kennara eða byggur brýr eða einhver hreindótti, þá eru þessi stærð útgjalda og skattamarkfaldarar. Hvað mælir það? Það mælir breytingu í vergri landsframleiðslu í krónutali þegar útgjöld hækka 1 krónu. Útgjöld hækka 1 krónu, eykst á landsframleiðslu 1 krónu eða meira eða minna. Og svo fyrir skattana er það sama, en þá er það vanalega þannig ef að skattarnir lækka 1 krónu. Ef að lækkar að skattalækkun 1 krónu, eykst á efnahagsumsvifinu meira eða minna en 1 krónu. Það er þessi útgjaldamarkfaldar skattaútgjöldunum segja það til það. Þetta hefur rannsakað mjög mikið og varðandi útgjaldamarkfaldar þá held ég að það er svona almennt léttara að mæla það. Því það sem þetta á að meta er það orsakasamhengi. Hvað hefði gerst ef ekki hefði komið til þessa útgjöldin að hækka 1 krónu, hvað hefði gerst fyrir landsframleiðslu. Það er, nú ætla ég ekki fara ítarlega í það í tölfræðina í bakvið, en það er trúverðugri tölur í þessum. Það er alvöru rannsóknum, hér eru bæði yfirlitsgreinar og það er samstaða að þetta sé tæplega í stærri hækkun. En það sem gerist ef að ríkið ræður kennara, þá eykst landsframleiðslan sjálfkrafa þessa krónu. Því að kennararnir eru bókstaflega partur af landsframleiðslu. Svo öðrulega það getur það verið eitthvað svona seinni lúta áhrif að kennarar með auknar tekjur, fást í búð, kaupa sér vörur og svo kann einkaneysla og fjárfesting aukast. En svo getur verið einhver ruðningsáhrif. Þannig að ef að kennarinn hefði verið í starfstöðvar í einkageiranum og ríkið ræður þá náttúrulega framleiðsla einkageirans minni af því að kennarinn núna vinna hjá opinbera en ekki almenn markaði. Þannig að og summan af þessu tvennu virðist vera sú að þessi ruðningsáhrif yfirgnæfa þessi fyrstu 2 áhrif. Þetta er tæplega í stærri hagkerfum. Ísland er líka opið hagkerfi, það er svona hluti af tekjuhækkun fyrir innflutning, með fljótandi gengi, þannig að þegar framleiðslan fer upp þá kann gengið styrkjast sem dregur úr þessum áhrifum og svo er það með stórt og mikið velferðarkerfi, þannig að þegar tekjur fólk sækka þá fer tiltölulega stórt hlutfall af því í vasa ríkissjóðs eins og ég benti á síðustu kvæði. Þannig að maður mætti í raun og veru ætla að þetta væri kannski heldur lægra á Íslandi en þessar rannsóknir gefa til kynna en það náttúrulega svo sem mikil óvissa þarna bakvið. Þegar kemur að skattamarkmiðum, þá er miklu erfiðara að meta það. Og augljóst áhrif þú að ef við ætlum að reikna fylgni á skattgreiðslum og landsframleiðslu, þá er sú fylgni jákvæð. Það er þegar landsframleiðsla fer upp, þá bara skatttekjur upp. Það þýðir ekki það að hærri skattgreiðslur auki landsframleiðslu. Það er til ýmsar aðferðir til að reyna að meta þetta orsakasamhengi og eldri rannsóknir sýndu að þessi áhrif voru tiltölulega lítil. Og röksemdafærslan fyrir því er svo að þessi áhrif af því að ráða kennara, sem nefnst það hér, að hún einhver landsframleiðslu bara sjálfkrafa, því að kennararnir eru inn í landsframleiðslunni, skatturinn er ekki inn í landsframleiðslunni. Þeim skilningi að ef skatturinn lækkaður 1 krónu þá sjálfkrafa fer ekki breytist í landsframleiðslan, það er bara ef fólk nota þennan pening til að kaupa vörur og þjónustu sem að landsframleiðslan breytist. Þess vegna þetta almennt metin hafi verið á svolítið lægra. En svo er komið nýrri greinar, sérstaklega þessi grein eftir hjónin Kristína og Paul Romer og notu í raun miklu trúari leið til að meta þetta orsakasamhengi. Þetta kallar svona narrative approach. Narrative í þeim skilningi að þau fóru gegnum öll skjöl, sem sagt þingræður, bæði forsetans, umræður í þinginu og með einhverjum með tölvum, það lásið ekki allt, en voru að reyna að finna út hver og einasta skattbreytingin af hverju hún var gerð. Var hún til að jafna hagsveiflunni eða var hún gert bara af ástæðum sem tengist ekki hagsveiflu?
Því við viljum fá breytingar sem tengjast ekki hagsveiflunni og kannski þær breytingar á hagkerfinu. Og þessi rannsókn hefur verið gerð í fleiri löndum, Þýskalandi, Bretlandi og svo áhugaverð sérstaklega þessi, þetta bók, ágætisbók. Og hún gefur miklu stærri markmið, á bilinu 2-3. Og af hverju það? Sko, kannski 2 skýringar á því. Fyrsta lagi náttúrulega skattar hafa áhrif á þessum hvernig framboðsliðum. Þannig að læknum skatta, þá kann að vera að fólk vinni meira, fjárfesti meira og hvað þeitt úr. Það getur verið partur af útskýringunni. En önnur skýring sem að ég sé trúlegri, það svo að og þessi bók fækla sérstaklega það að þegar að ríki hvað maður segir, fjárhagslegum erfiðleikum, mikinn halla og ósjálfbær ríkisfjármál. Við þurfum ekki að Ísland sé í þeirri stöðu en það að lagast til í ríkisvexti. Að það getur verið trúverðugra að fara í útgjaldalækkanir. Því það líklegra til að skila árangri til langs tíma. Því útgjaldavöxtur hann sérstaklega í framtíðinni og þjóðin eldast. Það kann að vera að útgjöld munu líklega aukast þess vegna og þú fyrir í aðlögun á útgjaldalið þá líklega að markaðsaðilar haldi að þú muni ná tökum á þessu í framtíðinni. Og hvað getur það leitt af sér? Það getur leitt af sér að vaxtastigið lækki og fjárfestar vilja freka fjárfesta. Og ástæðan fyrir að þetta kann að vera að skoða fjárfestingar, þær eru sérstaklega næmar. Partur af þessum stóru skattamarkaðurum að fjárfestingar taka sérstaklega við sér í kjölfarið á skattalækkunum. Og hér svo kannski jákvæður punktur í því þessum að ríkisstjórnin ætla sér og ég myndi mér að þegar þessi punktur þarna sem að ég las upp áðan var skrifað, þá var hugmyndin sú að senda ykkur skilaboð. Segja við ætlum að ná tökum á þessu og auka tiltrú markaðarins á því að það verði ná tökum á ríkisfjármálum og í þeirri vonum að ná niður vöxtum með því. Þannig það svona kannski sá punktur sem að tengja við fyrir rannsóknin í því af hverju þetta væri skynsamlegt eða vænlegt til árangurs. Ok, og svo næsta skrif núna, ég ætla að reyna að koma þá með einhverjum. Ég aðeins Já. Þú ert að tala fyrir að það sé meiri áhrif frá göttum heldur en frá niðurskurði eða útgjaldaaukningu. Já. Á skattum, þannig. En hefur nýja stjórnin, hún ætlar ekki að hækka skatta, það eða það? Nei, eins og ég skil að það það aðalega í gegnum útgjaldaaukningu sem það var. Já. Þannig að það þýðir það, ef þú ætlar að vera með aðhald, og því að þú vilt síður hækka skatt. Þannig að ef þeir myndu ná aðhaldi með að hækka skattana, þá myndi það hafa meiri neikvæð áhrif en síður á útgjaldaaukningu. Ok, þannig að næsta skrif mitt það að hugsa hvað getur einhver á ríkisrekstri þýtt fyrir verðbólgu og svo vexti og nálgun mín svo að reyna að nota nokkra mismunandi aðferð. Það náttúrulega augljóslega óvissa í kringum það, hver þau áhrif. Hann að gera þrennt, fyrst að taka pening sem Seðlabankinn gerði og svo tölur sem eru frá Noregi, bæði Hagstofan og fjármálaráðuneytið þar og svo skoða hvað fyrir rannsóknir hafa gert á þessu sviði og bera þetta allt saman og reyna að sjá hver munur á því Ok, sem sagt, áhrif opinberra útgjalda á verðbólgu. Hér komið með einhverja bókstafi og eina held ég nokkuð vinalega formúlu. Það þarf náttúrulega að vera alveg hagfræðilegst, það er alltaf einhver eina formúla held ég. Og ein leið til að gera þetta að reikna að sundurgreina þetta í þrennt. Ef þetta tengist þegar þið keðjuregluna í kalkulus, þá að nota hana hér. Áhrif opinberra útgjalda á verðbólgu, þetta sundurgreina áhrif útgjalda á landsframleiðslu, sem var að fjalla um síðustu glærin, áhrif landsframleiðslu á atvinnuleysi og svo áhrif atvinnuleysis á verðbólgu. Ég sagði áðan að þessi áhrif væri rétt undir 1, en þau eru miklu hærri ef að vextum heldur óbreytt. Partur af því sem gerist þegar útgjöld aukast, þá mun seðlabankar öllu óbreyttu
hækka vextina, þá mun það draga úr þessum áhrifum. Þannig að stefnir, þá þessi útgjaldamarkvaldar töluvert hærri. Hver áhrif landsframleiðsla á atvinnuleysi, svokallað Oaken's-law, og þarna yfirlitsgrein þar sem að þetta einhvers staðar meðaltali mínus 0,4. Áhrif atvinnuleysis á verðbólgu. Þannig að það er mikið rannsakað þessi svokallaða Phillips-kúrfu og að það samband hefur minnkað. Það eru svona nokkrar nýlega rannsóknir, þessi mjög trúverðug, að partur af því er að verðbólguvæntingar hafa minnkað, en þetta samband sést ennþá til staðar. Þetta er ekki alveg komið niður í 0, en sem mínus 0,3. Þannig að við markvöldum allt þetta þrennt hérna saman, 0,4, 0,3 og svo 1 og 2, og fáum þú að verðbólga hækkar 0,12 til 0,24% stig þegar útgjöld hækkar 1% af landsframleiðslu. Ég mynd svo og svo náttúrulega ef það lækkar þá ef það verðbólga, ef það útgjöldin lækkar þá náttúrulega lækkar verðbólga. Symmetrist í báðar áttir. En svo náttúrulega allir að hafa vöxtum, það getur ekki, þetta er bara verðbólga, þannig að þá þurfum við að pæla yfir hvaða áhrif gæti þetta haft á vexti. Á Íslandi eru vextir náttúrulega ákveðnir þannig að það er peningastefnunefnd sem hittist og fyrir hagtölur og pælir í hvað að gera. En það sem er svona oft gert, það er að miða við svokallaðar heilureglur sem við fræ, sem að segir til að verðbólga hækkar 1% stig, að þá hækkar stýrivextir 1,5% stig og það er samband sem er víða fundið. Og þjóðhagslegan seðlabankans er með svona einhvers konar útgáfa þess að þetta með snýst verðbólguvæntingar, en við munum ekki að pæla í því. Þetta er ekki fjarrilagi að gera ráð fyrir svona sambandi í þessu. Það er þannig þetta besta sem hægt er að gera ef maður hefur ekki betra. Ok, þannig hér er niðurstaðan af þessu. Þannig að hvað gerir ég hérna? Ég eig aðhald upp á 50 milljarða og þessi mynd sýnir þó sem sagt lækkun á verðbólgu. Þannig að jákvæðar tölur því að verðbólga fer niður, verðbólga og vextir fari niður. Þannig hvað gerir ég hér? Hérna tek ég greiningar frá norsku hagstofuna á þjóðhagslíkani sem er ekkert svo ólíkt íslenska þjóðhagslíkani sem Seðlabankinn er með, bara miklu stærra umfangsmeira. Og þeir birtu útreikninga áhrif þess að lækka skatta, auka opinberar fjárfestingar og annars og svo auka samneysluna. Finnir að þeir hafi sýnt, já, hérna sýna áhrif á verðbólgu og svo margfaldaði það bara með 1,5 til að fá áhrif á vexti. Þannig hér. Bara klarafæng, 50 milljarðar, er þetta 50 milljarðar íslenskra króna? Já. Og þetta eru þá í íslensku samhengi, að þetta væri próst það sem miðað við stærri íslensku. Já, þannig að ég tek hérna er sem sagt, mann ekki stærri gráðan, einhverju norsku milljarðar og svo skala ég það með landsframleiðslu Noregs yfir í íslensku landsframleiðslu, þannig að það er á að vera samburhæft. Svo ger ég sama fyrir, það eru tölur frá norska fjármagn, þannig að þau taka þjóðhagslíkan hjá sér í ráðuneytinu. Og þar var þetta aðhald upp á 10 milljarðar norska krónur og svo skala ég það með við íslenska framleiðslu, landsframleiðslu og svo margfæli ég verðbólgu og þetta eru verðbólgu áhrif þegar vöxtum haldið föstu. Og svo skala ég það með margfæli 1,5 með þessar svo kallar heilureglu. Þessi fyrir rannsóknir, það var það sem ég fór yfir síðast, það var þetta 0,12 og 0,24, námdæmi í einn aukastaf. Og svo margfaldi það með 1,5 til að fá þessu og þetta er þá neðri og efri mörkin. Og svo er það nammakrein frá Seðlabankanum fyrir fáum árum. Það sem ég gerir þarna það er aðhald upp á 105 milljarða og þá skala ég það með við það niður í 50 milljarða. Og þetta var fyrir 5 árum þannig að ég hækka þessi miða við leiði til tölurnar fyrir breytingu í landsframleiðslu. Það er miðað við einhverja meiri áhrif en bara 1,5, þannig að það er einhvers verðbólgunum 0,2% stig, en vextirnir fara upp 0,7. Eða niður fyrir, ég er náttúrulega aðhald, þannig að verðbólgan myndi lækka 0,2% stig og vextirnir þar undir 0,7. Ok, þannig það sem ég fannst áhugavert þessu mynd er að þessum tölum fer svona nokkurn veginn saman. Þetta er mjög lágar tölur.
þessar hina tölur við skoðum vextina, þeir hérna 0,2 og upp í 0,7. Þetta það ágætur spönn, en ég held að allt þetta náttúrulega bara einhvers konar mat og óvissu í kringum það, og ef við berum saman ólíka hluti sem að allir eru einhver hluti hafa sína kosti og galla, þá mætti kannski halda að þetta sé kannski ynnstar á þessu bíl. Og hér sumstaðar ég meðan náttúrulega stundum við hérna helmingur útgjöld og skattar, þannig að við getum náttúrulega ekki orðið mjög nákvæm á því nákvæmlega hvers konar aðhalds verið að gera, en það gefur okkur hugmynd. Þetta eitthvað sem myndi gerast á 3 árum eða föngutíma eða hvað er það? Þessi miða hérna við í raun og veru miða yfir ár nr. 2. Hérna svo sem engin sérstaklega ár undir, en þetta svona þá skammtíma. Hérna miða yfir ár nr. 2 og hérna þessi 2 líka sérst árið nr. 2. Þannig að það eitthvað viðvarandi viðhald, aðhald. Í Seðlabankanum var bara 2 ár og svo það náttúrulega ár nr. 2, þannig að það þannig að það þetta eru svona skammtíma áhrif. Og þessi áhrif náttúrulega geta svo aukist yfir tíma. Það náttúrulega við skulum ekki vera að flækja þetta en meira með því öllum. En það var spurningin, þessi tala 50 milljarðar, hversu mikið það? Einu sem sýndi ykkur áðan var að þessi sjálfvirku áhrif á hagsveiflunni og þau voru jákvæð sem sagt að aukið aðhald í gegnum sjálfvirku áhrifin 2022-2023 í kringum 100 milljarðar. Nú þetta búið að snúast við, þannig að við erum komin í þannig slaka í ár, við fyrir Seðlabankans. Þá erum eins og aukin útgjöld. Þannig að þetta er hvað segja, 1% af landsframleiðslu og þetta er 3,5% af skatttekjum ríkissjóðs og Landspítalinn hann er hérna 111 milljarðar, þannig ég held að í öllum samhengjum er þetta mikið aðhald. Þetta er ekki að ég myndi að kalla það. Gerir ráð fyrir að enginn myndi leggja niður helminginn á Landspítalanum, en allan það er einhver stærðargráð að hvar finnur halvan Landspítala í aðhald, ég held að það sé einhver myndi að finna fyrir því. Það væri merkilegt ef það enginn finnur fyrir því. Þannig að ég held að þetta sé töluvert aðhald og lækkun á verðbólgu á vöxtum sem er þá segjum alltaf 0,7% stig. Að það verður ekki eins það er náttúrulega dýrt. Horfurnir á vextinni verði 7%, þannig að þetta er ekki mikil áhrif miðað við töluvert aðhald. Ok, þá er ég komin að seinni hlutunum, tíminn hérna, þú þurfir að gefa hans í. Ok, ríkisfjármálareglur, hvað gera þær? Þessum er skorður á ríkisfjármál. Þannig að það er eitthvað reglur sem miðað við hvað hallinn má vera, hvað útgjöldin má vaxa mikið og hvað skuldir þeir vera. Og ef við spólum ykkur áratugir aftur í tímann, 1980 þannig þá voru fá eða engin lönd með svona reglur, en nú eru mjög stór hluti af löndum með svona reglur, að tengi Evrópusambands, Norðurlöndin meira minna öll og mjög víða. Nú, gallinn, þannig það sem að ástæðan fyrir því að vera að setja þessar skorður er í rauninni svo að það er einhvers konar, hvað maður segja, að stjórnmálamenn sé ekki nógu skynsamir. Þeir eru of skammsýnir, kostum til 4 ára og taka ekki nógu skynsamlegar ákvarðanir. Þannig að stjórnmálamenn sjálfir ákvaða að setja skorður á sínar eigin ákvarðanir í framtíðinni. Og kannski ein gagnrýni á ríkisfjármálareglur er svo að það geti ýtt hagsveiflunni. Þannig að þeir eru út í niðursveiflu og þú ert með einhverja reglu að halli megi ekki verið meiri en eitthvað tiltekið. Nú hvað þarf það að gera? Það er að fara í aðhaldsaðgerðir í niðursveiflu. Kannski ákveða þegar þú vilt auka útgjöldin og milda niðursveifluna. Þannig að svigrúm ekki nógu gott í niðursveiflu, að þá þarf það að laga það. Og svo ef þú ert með eins og einhverja viðmiðum að hallin megi ekki vera meiri en eitthvað tiltekið, þess að mínusinn á ríkisrekstri megi bara fara niður fyrir eitthvað ákveðið, en í uppsveiflu kannski gefur það því engin viðmið það. Þannig að freistni eigi mikið uppsveiflu. Þetta getur ykkur reglur útgjaldavöxt komið vekk fyrir það. En allavega reglur halla og skuldir, þær hafa fengið þessa gagnrýni. Og ef maður skýrsla frá IMF fyrir löngu síðan hvernig fjármálar, hvað einkennir góða fjármála. Og hér er listi, sjálfbærni í opinberum fjármálum til langs tíma,
sveiflujöfnun, að það jafni hagsveiflurnar í hagkerfinu, þessi einfaldar, þessi sveigjanlegar, þannig að ef það gerist eitthvað, svo COVID eða eitthvað stóri skellir, að þá, viltu geta brugðist við því, að þeir eru verið auðveldir í framkvæmd og eftirlit með því áhverju. Og þeir sjá það að það er ógerningur að fullnægja öll við þessu. Þannig að hagfræðingar setjast niður og gera flóknustu reglur í heiminum, þá náttúrulega er það ekki einfaldar, það er ekki auðveldir í framkvæmd og eftirlit þannig að flókið. Þannig að það er þarna einhver fólksskipti á milli þess að reglurnar taki tillit til allra aðstæðina og að þær séu nægilega góðar. Nægilega einfaldar og skýrar og að framfylgnin sé einföld. Kannski bara stutt reynslu ríkisfjármálareglunnar á Íslandi. Núna erum við með afkomureglu, skuldareglu og skuldalækkunarreglu og ég ætlum ekki fara í þaula yfir það, nema að þau vilja sérstaklega það, þá get ég gert það. Nú liggur fyrir stefna ríkisstjórnar að þessi afkomuregla, svokölluð stöðugleikaregla sem ég kenna sér nú eftir, kom í staðinn fyrir afkomuregluna. Nú, sú gagnrýni sem svo sem bara almennt að þessar reglur veiti lítið leiðsögn í uppsveiflu, þannig að í uppsveiflu þá aukast tekjur ríkissjóðs mikið og þú getur eytt þeim jafnóðum en samt lítur þú út fyrir að þú sést með þú ert ennþá með afgang á ríkisfjármál og það lítur út fyrir að vera með skynsöm ríkisfjármál og þessar reglur koma lítið í veg fyrir það. En svo geta leitt til of mikils niðurskurðar í niðursveiflu út af afkomureglunum, hallinn á ekki fara niður eitthvað ákveðið. En svo náttúrulega er reglan svo, það er náttúrulega sveigjanleiki reglum, þannig að þessum reglum var liðar í COVID og þar var hallinn var langt umfram það sem afkomuregla segir til. Þannig að við erum alltaf með þann sveigjanleika í þessum reglum. Nú, ef maður skoðar hvað greiningar hafa verið gerðar, maður skoðar álit fjármálaráðs, og skoðar svo það sem fjármála- og efnahagsráðuneyti skrifaði í skýrslu frá því fyrra og líka að lesa það sem er í samráðsgáttinni hugmyndirnar nýja ríkisfjármálareglur og það sem IMF hefur skrifað, þá er þarna sérstaklega í þessum í samráðsgáttinni er tekið nokkuð þessari til orða að ríkisfjármál hefur ýtt hagsveiflur fremur en að milda hann. Það var megin ástæðan fyrir þessari breytingu á því að koma svokallaða hvað heitir hún hér reglan? Stöðugleikareglan, takk. Í staðinn fyrir afkomureglana er til að koma til móts við þeim að ríkisfjármálin séu í minna mæli að ýkja hagsveiflunum og frekar að jafna hagsveiflunum. Ok, og hvað ef maður skoðar rannsóknir þessu. Þannig að þetta hefur rannsakað mjög mikið hvaða áhrif hafa ríkisfjármálareglur á bæði afkomuna og þessu hagsveiflujöfnunar áhrif. Nú, ég það er svona ákveðin fyrir að þessar rannsóknir þannig að það eru fræðimenn sem taka þá gögn frá mörgum löndum halla, afkomu, landsframleiðslu og svo fá þeir einhver gagnabanka það hvernig reglurnar eru. Og svo er náttúrulega stór partur af því hvernig svona reglur eru ekki nákvæmlega bara hvað stendur í lagabókstafnum. Heldur það líka bara hver er sátt þetta í stjórnmálum að fylgja þessu eða er viljið til að brjóta þessar reglur. Og það er kannski taka tvær stuttar sögur þetta er að örugglega eina strengstu ríkisfjármálareglu sem þjóðin með. Hún er ekki bara í lögum, hún er í stjórnarskrá landsins, halli að ríkisfjármálum, leiðir fyrir hagsveifluna, ekki fara umfram 0,35% af landsframleiðslu. Og fráfarandi ríkisstjórn var með niður hugmyndir að brjóta þessar reglur, voru með eitthvað varasjóð sem fráfarandi kanslari sett á laggirnar þegar hann var fjármálaráðherra ef mann er rétt. En svo segir Hæstiréttur Þjóðverja að stríð í Úkraínu sé ekki neyðarástand. Þannig að þennan sjóma bara nota neyðarástand. Þannig að þeir þurftu núna að halda sig með þessi reglur, að hallinn ekki bara umfram 0,35% og þeir náttúrulega ofboðslega strangar ríkisfjármálareglur. En það kann kannski ekki koma á óvart að þeir þurfa að fylgja sínum eigin reglum. En svo í annað land sem er með rosalega lítið strangar ríkisfjármálareglur, í Noregi,
þetta ekki einu sinni lög, þetta bara þingsályktun tillaga. En það algjörlega samstæða með allra stjórnmálaflokka, lengst til hægri og lengst til vinstri að þessum reglum eigi að fylgja og þar segir að hallinn eigi að ekki að fara umfram eitthvað tiltekið viðmið. En það má fara langt yfir það er ekkert sem gerist, það er bara samstæða það svo mikil að fara til þessu og ríkisstjórn fyrir nokkrum árum var með hugmyndir að taka hluta fjárfestingum og taka fyrir utan það. Þannig að bókhaldið væri fallegra. Þannig að þeir vildu ekki brjóta í bága við þessa reglu og ætlaði að gera það og þeim var alveg, þau hefðu getað gert það, það er ekkert sem að í rauninni bannar þeim að gera, það má taka eins mikið úr ólífsjóðunum á því vilja, en stjórnmálamenn töpuðu í slaginn við Hagstofuna og embættismenn sem sagði, nei, þið verða að hafa þetta í bókhaldinu, þannig að hallinn hefði verið meiri en ella. Og þetta var til að auka uppbygginguna í byggingunum sem voru sprengtar þarna í miðbæjar Óslóar og síðustu lýsi ennþá langt í land með að byggja þær byggingar, að laga þær byggingar. Þannig að getur séð að rosalega strangar reglur og rosalega mildar reglur, það geta haft sömu niðurstöðuna, en svo í þessum gagnabankum, þá náttúrulega kemur Þýskaland og Noregur mjög ólíkt út í svona. Þannig einhver leyti held ég að með hafa ákveðin varnaglásu, en að því sögðu það náttúrulega rannsóknir á þessu sviði eru tiltölulega margar og ef maður tekur saman svona hvað heildin eða svona megin niðurstöð af svona rannsóknum, þá held ég að megin og eitthvað mark á því taka. Hérna ákveðins yfirlitsgrein eftir nokkra hagfræðinga fyrir ekki svo mörgum árum sem segir það að afkoma batnar við það að hafa ríkisfjármálin. Og meðaltali þá minnkar hallinn 1,2 til 1,5% af landsframleiðslu. Þannig að ég myndi segja að þetta væri svona frekar mikil áhrif. Og þetta á miða við bara að meðaltali fyrir allar þessar reglur. Og það er ekki mikið munur á því hvers konar fjármagn við erum, hvort það sé skuldaregla eða afkomuregla eða útgjaldaregla. En svo eitt sem við komast að, þetta skrifir orsakasamband spurningamerki, að þegar þeir taka tillit til það hvort að rannsóknir meti orsakasamhengi eða ekki, þá eru þessi áhrif miklu minni. Þannig að þau verða ómarktækir. Hallinn, hann vissulega minnkar en áhrifin er miklu veikari. En það er með svo mikið sagt að það séu óskynsamlegt að hafa ríkisfjármálareglur. Það mætti sig við þetta við að foreldrar sem lesa uppeldisbækur og pæla mikið uppeldi, þeir eru kannski betri foreldrar. Það er kannski ekki endilega uppeldisbækur sem gera. Það er bara það að þeir hafa áhuga að pæla í uppeldinu og það gera það kannski betri. En þá myndum við kannski ekki mæla með þeir foreldrar lesa ekki uppeldisbækur. Það þýðir ekki að það sé slæmt að hafa reglurnar. En ég held að ástæðan fyrir því að ríkisfjármálin skilsum held ég tekið svona þeim í þessum sögum frá Þýskaland og Noregi að vilji stjórnmálamanna að vera með skilsemi þá hefur það áhrif. Það getur ekki. Alveg saman hversu góð reglan að það þarf að vera einhver vilji stjórnmálamanna til að minnka hallann. En þetta er bara afkoman að öllu jöfnu. Hvað áhrif á hagsveifluna? Eru ríkisfjármálin meira eða minna sveiflujafnandi? Gagnrýni mjög víða náttúrulega að frekar ýkja hagsveifluna minnka. Breytingar á reglum Evrópusambandsins held ég voru hluta til að komast til móts við þá gagnrýni. Ok, og hér er fann ég að þú var rannsóknum á þessu sviði, fann ekki að sérstaklega yfirlitsgrein, en hérna er fjöldin af greinum og þeim með einni undantekningu kemur var öllum saman að ríkisfjármála reglur eru sveiflujafnandi. Þannig að það vegna að þú hefur reglu, þá ertu minni niðurskurð í niðursveifluna og heldur með niðurskurðin í uppsveifluna. Þannig að það er jákvætt fyrir þá sem vilja ríkisfjármálareglu og áhrifin er heldur með niðursveiflu. Þannig að nokkur af þessum greinum komst að því að áhrifin sterkari niðursveiflu en í uppsveiflu. Mestu áhrifum þetta var í fleiri greinum að hafa útgjaldareglurnar. Reglur hallalaus fjárlög, þau eru hins vegar sveifluhvetjandi. Það segir sem þetta sjálft að ef þú ert með bara bókstaflega reglur að það megi ekki vera halli á fjárlögum og það verður niðursveifla og tekjurnar fara niður, þá þarf það strax að fara í niðurskurð. Það er ein grein. Já, þessi til Klemens og Nýra. Það eru í Bandaríkjunum eru fylki með reglur hallalaus fjárlög og þar eru þau mjög sveifluhvetjandi. Þannig að það er eina undantekning frá þessu. Það er að gera með mjög stranga reglur hjá þessum fylkjum.
Skuldareglur hafa lítil eða engin áhrif og varðandi fjárfestingar sem að þessi stöðulega regla þannig að netto útgjöld megi vaxa bara 2% föstu verðlagi milli ára og netto að búið að taka út sveiflukennda liði eins og atvinnuleysisbætur og vaxtagreiðslur og ef vöxturinn á að fara umfram þessi 2% í netto útgjöldum þá þarf ríkið að grípa til aðgerða á tekjuhlið. Og það sem á líka að draga frá eru fjárfestingar, þá er spurningin, þetta er skynsamlegt ekki og það er hérna þetta bara ein rannsókn sem komist að þessu. Þannig að ég held að maður almennt að fara mjög varlega í því að draga ykkur sterkar álættun og sérstaklega að fara ykkur breytingar á grundvelli einnar rannsóknar. En hún kemst að því að fjármál, ríkisfjármál eru meiri sveiflandi þegar fjárfestingar eru undanskildar. Maður sem ánar skuldaregluna, af hverju þetta var niðurstaðan? Þetta ekki eins takmarkandi Þessar rannsóknir þannig að það er einhver mælikvarði á sem sagt hagsveifluleiðir fyrir afgangur og svo kann að hver áhrif landsframleiðslunnar á það, ef landsframleiðslan upp þá meira en minna aðhald og svo sem sagt líka kannað og svo bætt við sem sagt ríkisfjármálareglum. Og þegar ríkisfjármálareglun almennt, bara hvort þú sett með eða af það á, það mismundi hvernig rannsóknir gera, þá það sveiflujafnandi. En svo líka kannað, en hvað ef við skoðum bara löndin, eða skoðum annars vegar útgjaldareglur, svo afkomureglur og svo skuldareglur. Og þá það bara tölfræðilega niðurstaðan að skuldareglur hafa í rauninni óveruleg áhrif. Það voru fleiri, voru 2 eða 3 ára þessum rannsóknum komist að þessari niðurstöðu. Þannig að það áhrif á hagsveiflu. Já, hagsveiflujöfnun, já. Það hér náttúrulega afkomuna, þar voru í raun og veru almennt allar reglurnar gera það að koma afkoman batnar, en það að hafa skuldareglu virðist hafa lítil áhrif. Hefur það eitthvað með lágmarksdrottnum eða ekki? Góð spurning. Skal ekki segja. Það sem Karen mittist á áðan í mörgum þá skuldareglan ekki bindandi reglan í þessum óbæðreglum sem mörg ríkir með. Já, akkurat, já. Það já, akkurat. Ég meina ef þú ert vel fyrir neðan skuldaregluna, þá skiptir ekki máli fyrir neðan að þú ákvörðulega, já. Það geti verið. Það náttúrulega, þú veist, það er punkturinn minn, en þú nærði ykkur gagnasöfn lönd og svo einhver dæmibreyta það hvort setjum skuldareglu ekki og svo fer niðurstaðan alltaf eftir því og það er ekki sennilega útskýring hjá Tómas að það sé þá ekki nógu bindandi og nógu bindandi væntanlega það er náttúrulega nógu bindandi hjá mörgum þjóðum, kannski bindandi hjá einni en svo eru ekki bindandi hjá mörgum. Ekki skuldareglan getur haft áhrif á skuldir, sko? Já. Þannig það já, áhrif. Þannig það er áhrif. Það mikilvægt að við höfum í bara textbublu jöfnun áhrif. Þú veist, á afkomu og halla og skuldir og svo framins. Svo væntanlega hægt að leika skuldaregluna líka með form opinberra skuldar, hvort það sé skuldabréf hvað þú tekur lánið. Já. Hvort það registrerast inn í skuldasamband sem er til boðum. Já. Já. Og svo náttúrulega Evrópusambandið með skuldareglu og ég það náttúrulega búið að breyta þeim og það var nýverið var þeim breytt en ég held að það hafi verið sérstaklega bindandi þessar skuldareglur lengi hjá Evrópusambandinu og þeir hafi svo bætt í regluna til að koma til móts við það. Það var eitt tryggt hjá Grikkjónum að þeir settu skuldirnar yfir á byggu jafnréttinu. Já. Það voru það utan við ríkisstjórn. Það ráði til loft. Já, þetta. Ég held að það var eitt af stóru endurskoðunarfyrirtækjum sem bentum á þessa útleið. Þannig það náttúrulega, ég meina, það er þessi svona dítilari reglunum sem að þessar rannsóknir fanga væntanlega ekki nógu vel fanga nógu vel. Ok, þannig að ég alveg fyrir tíma. En hvað með fjárfestingarnar? Draga reglur úr fjárfestingum og það var einnig grein og var Arafróður sérfræðingur spurðin, það voru 1 eða 2 sérfræðingar og álið þeirra var eiginlega ákveðað 50-50. Það voru 46 sem sögðu að
að undanskilja ríkisfjármálareglur, auki fjárfestingar og 45 sem sagði öfuga, og svo voru ykkur 8% sem voru þetta. Þannig að það ekki samstæðan þetta meðal sérfræðinga. En svo ágætis yfirlitsgrein Víle sem fer yfir fjölda rannsóknir, þetta var 20 rannsóknir, og þeir komast að því að ríkisfjármálareglur almennt draga ekki úr fjárfestingum. Það er náttúrulega með ríkisfjármálareglu og þú ert í niðurstöðublöð, þá þarf kannski að sýna eitthvað aðhald, þá er þetta svona oft einfalda leiðin við að auka aðhald. Og það er meiri fjárfestingar sem þetta er að þegar fjárfestingar eru undanskildar ríkisfjármálareglum, en hins vegar er það niðurstaða fleiri rannsóknum að það leiðir líka til meiri fjárlagahalla. Þetta er bara almennt, ekki niðurstöðublöð, sem sagt hagstjórn ótengt, það heldur meiri halli þegar það er undanskilið. Það kann þá vera kannski að stjórnvöld eru skilsöm í einhverjum skilningi, að útgjöld vaxa bara um ákveða, það er ekki halli, en svo náttúrulega með fjárfestingar bara alls staðar annars staðar og þá er kannski minna skilsamur þar, ég veit hvort það væri túlkunin þarna. Svo held ég í öllu þessu og tengist einhver sem það er líka áðan, að hérna er Sir Olivier Blanchard sem er klár náungi á þessu sviði. Economists would be incapable of defining any rule that gets the trade-offs right, ex ante, even when given free hand in making the rules as complex as desired. Þannig ég held að alveg sama hvernig reglurnar vera, hvað hún var með eða ekki, þá held ég að ef að ríkisfjármálin eiga verið skynsum, þá held ég að það sé sniðugt að hafa skynsemi bara í því hvernig ríkisfjármálin beitt frá ári til árs. Og held ég ofurtrú á þessar reglur, það er stilla trú á svona reglum í einhverju hófi. Ok, þetta er þá samantektin, ég held að það sé nóg að fara yfir þetta allt. Þannig að horfa á rækstur ekki, það getur kortnastænt að ná þessu vöxtum, en kannski er skynsamleg stefna, getur bætt væntingar og svo aðalega kannski áhrif á framsókn. Þetta var það sem ég ætlaði að mér sem. Takk fyrir. Spurningar? Og ég hef eitt smá komment og getum sem það. Þannig að aðstöða samanverði. Já. Þetta varast menn svona hring með bókhandling. Þegar við hugsaum að maður rekur einhverja starfsemi, það er svona cashflow. Já. Og svo eru eignaverðsbreytingar. Og þá er hér stundum kannski freistingin að fegra útlitið með því að rapportera eignaverðsbreytingar. Ég hef hugað sem að 2002 var að setja banki á 12 milljarða og þetta ekki máli 4 þá sína hér 1200 milljarða hagna. Af þessum 1200 milljarða hagna var 1100 eignaverðsbreytingar og 100 milljarðir frá venjulegum rekstur. Þannig að er freistingin að fegra bókhaldsbreytingar. Leiðir þetta eitthvað fyrir þessu hér? Sko, ég ger ráð fyrir því að allir bara standi fram fyrir þeim gögnum sem þeir geta náð í einhverjum aldurum gagnabókum. En það sem getur skrifað ég það ekki á blærunum. Ok, en það eru fleiri rannsóknir komast að því að þessi áhrif, sem að reglurnar leiði til að ríkisfjármálin sé meira sveiflujafnandi, að þau eru sterkari í löndum þar sem að stjórnsýslan er skilvirk. Kannski má þá í að því ef að stjórnsýslan er skilvirk að þá er minna svona byggs í gangi. En annars er það, ég man ekki eftir að hafa mikið verið skrifað þetta í þessum greinum. Já, Gylfi. Já, sko, þegar verið að meta áhrif halla og hvað gerir sem við brúum honum, þá er alltaf álitamál hvort að hallin er rétt eða rangt að reikna, sko. Og það getur alltaf vel verið að það sé að fegra eins og Helgi var að benda á. En það er líka gengur í hináttina, sko. Eitt sem er til dæmis eiginlega augljóst er að í verðbólgu, þegar vextir eru háir og verðbætur á skuldum, og þá er átkoma skuldugra aðila vanmetið. Það fær bókað samkvæmt þessum stöðlum, nafnvexti og verðbætur, en ekki raunvexti. Meðan að sko eignahlið hins opinbera, sem er svona einhverjar regnir auðvitað er svona kannski aðalega bara á framtíðarskattíkur, það er í eðli sínu verðtryggð.
þá það sé ekki formlega verður. Sem þýðir að þú ert að sko teikna upp allt og dökka mynd af afkomu ríkisins í verðbólguskoti. Þannig að það einn, þannig að hallinn bara nefnilega rátt reiknaður. Og ég held að það þurfi sko að taka til þess. Og síðan auðvitað líka sko, það ekki bara nefnt að fela einhvern skít utan efnahagsreiknings. Sko við erum á Íslandi til dæmis með sko mörg þúsund milljarða eign utan efnahagsreiknings sem skattsskuldbindingarnar sem hvíla á lífeyrissjóð. Og það bara algjörlega horft fram hjá því sko. Þó að raun og veru sé sko, og það þýðir ekki bara að afkoman rangt reiknuð sko, þetta líka nettóskuldin. Nettóskuldirnar í ríkisfjármálum, taka þær ekki til þess sem þú búin að nefna? Nei, ég held að það taki tillit til sko lífeyrisskuldbindingar sem hvíla á ríkinu sko, til dæmis FSRB, en það taka ekki tillit til skattskuldbindingarnar sem að hvílir á afganginn af lífeyrisfélögum. Já. Og það reyndar líka að hluta til hlutafélag. Skuldbindingar hvað FSRB ekki undir skuldareglunum hér. Nei, ekki undir skuldareglunum, nei. En hann með í þarna gjöri á skuldum eins og vera í samkvæmt þessum stöðnum. Ég hef ekki neitt gáður til þetta að segja. En mætti ekki samt halda að sko kannski halli vitlaus en breytingin í hallanum. Jú, það getur verið. Þetta skiptir bæði máli svo sem ég segi það ekki? Já, nei, sko, þetta með raunverðstónabesti, það auðvitað ekki stöðum sko, því það verðbólgan há og það var mikið brunnur og nafnlöstum. Hvað stúð með? Já, hvað var svo? Bara kannski bóða með þetta, ekki vanlega líka með við frumjöfnum í þessum rannsóknum, satt? Eða verið að horfa á heildarafkomuna? Það nei, í rauninu frumið, þannig að allan að sko í... Það vextinni hafa verið nú ekki áhrif. Nei, það sko allan í þessum sem ég las, las ég nú svona alveg þessa, las ég allar þessar og það vanalega sko hagsveifluleiðir frumjöfni, það sé að víða sko, þannig að þessi beinu vaxtaáhrif þessum rannsóknarna ekki með það ekki. Eitt annað eftir fyrir með því að sko allt í hagstjórninni tekur allt svo óralangan tíma að hafa áhrif sko. Þessi vextinir og ríkisfjármálin frekar skoðar eitthvað út frá því hvað væri effekti að hvort þú gerir hlutin á útgjaldahlið eða tekjuhlið. Já, þessar rannsóknir eitthvað að adressa það vandamála því að þú veist, það hann tekur 2 ár sko, það er óratími sko. Já, sko svarið mitt kannski svolítið hvað það? Tekur svo þjóðhagsspíkan, til dæmis þjóðhagsspíkan Seðlabankans. Kemur að því að það miklu effektífara að nota útgjaldahlið. Það markmáltarinn 1 og skattamarkmáltarinn 0,2, miklu lægri. Það náttúrulega ef þú farið útgjaldahlið, engin spurning. Já, þú veist hvað lengi að koma fram á þeim. Hvað lengi? Kannski ekki eins með þessu sambærileg, sko. Já. Það nú ekki mörg, en ég held svona 2 til 3 ár þá ertu svona komið pík. Þess að þú varanlega lækkar útgjöldum 1 krónu, minnir mig að alltaf útgjöldafegin aðeins léttar að meta eða meira samfærandi. Það pík á því að koma svona þar á öðru þriðja ári. Ekki samt að þau koma fram hraðar útgjaldaáhrif en heldur ef þú ferð í tekjuöflun. Það lækkar skatt. Sko, já, en hvort að þessar nýrri rannsóknir að hvað veitir þær koma því, ég ekki alveg viss, sko. Skatt að fá fyrirtækin í hendurna til þess að fara að reyða honum eða að fara að taka allir og þú þarf að breyta ákvörðunum. Setja eins og upp í náttúrulega. Sko, ef þú lækkar skatta þá líður talveg langur tími þangað til að fólk fær peninginn í hendurna til að fara að eyða og vera samfellt að það kemur meiri ráðstofanartekjur heldur en að hafa það áður. Já. En svo ertu náttúrulega með mögulega ástæðan fyrir að þessi svona hátt kannski einhvers konar áhrif á væntingar. Þær koma kannski heldur fyrir. En þessar heldur rannsóknir þar
þær var alveg saman um stúrt að segja, sko, að það tekur aðeins lengri tíma meðan að þessar eldri rannsóknir og svo nýðir líka útgerðarmenn, það kemur miklu fyrirfram. Þetta náttúrulega framleiðslan bara bókstaflega inn í landsframleiðslu hjá. Tómas, þú veist með. Nei, bara sama út og konra. Sama á. Þú fleiri? Spurningar eða? Það verður með svona framhald af þessari umræðu, næsta skrefið sem Samsung getur verið að meta skynsemi svindmálasvekarinn að gera landi og þetta svo byrkt til sjósíslunins. Já. Það góð spurning, sko. Það getur verið. Eitt sem náttúrulega, sem ég kom ekki hérna, sem náttúrulega svona spurveis, ég ekki sérfræðingur í stjórnmálum, sko, en ríkisfjármálareglur náttúrulega þannig að þær eru rökin svo að þær eru komið í veg fyrir óskynsemi stjórnmálamanna. Þannig að stjórnmálamenn sjálfir sem að taka þá ákvörðun, þeir eru taka ákvörðun það að binda sína eigin hendur af því þeir eru ekki nógu skynsamir í framtíðinni. Og þetta var náttúrulega sérstaklega með fjárfestingar að hæðslan svo að þegar að fara í aðhald þá sé alltaf fjárfestingar sem þannig að til langstíma nærðu aldrei að vera fjárfestingar. Þú ert alltaf í aðhaldi í öllum stöðum hagsveiflunnar, þannig að við erum að taka það út fyrir, þannig að við erum að vera skynsum þar, en svo tekur við út fyrir regluna og ætlar að vera skynsam við þannig. Það er svona, þetta ákveðin þversögn í þessu, en kannski þetta tekur í ákveðin signal til markaðsaðila og náttúrulega svona veitir einhvers konar leiðsögn, reglan hjálpa manni, kannski stjórnmálum hvað á að gera og margt í ferli ríkisfjármála hafi batnað. Ekki bara reglum, þetta líka bara hvernig ríkisfjármálin eru framkvæmd. Tómas, já? Ég þarf að segja þetta. Eða mikilvægasti punkturinn er alltaf að ég myndi vildu að þessu. Okay. Sem að þetta rammar inn umræðuna. Já. Og þú ert með skuldareglu eða eitthvað afkomureglu. Já. Og það hefur svolítið vantað kannski í umræðinni við ákveðnum með gamla fyrirkomulagi. Að það bara komst útgjöld svo seint til umræðu þegar að fólkið verður þá á afkomu eða skuldir. Það gætir batinn við þetta nýja umhverfi þá við tókum á útgjalda ákvarðanir sem eru pólitíkin stjórnar. Já, það var kannski líka svo kannski þessum reglum líka beint af öðrum aðrum pólitíkusum við höfum séð að á tveggja til 30 ára fresti að þá selja menn til kampúsi og ákveða að nú í sveitarfélögin að gefa börnum að borða og það er að byggja svo margar íbúðir með fjárstuðningi frá ríkinu og svo framvegis þarna koma stjórnmálamennirnir ekki mála. En náttúrulega með einhverjum svona reglum að þá var allavega geta stjórnmálamennirnir sagt að býðum við, þið getum ekki alveg gengið svona ríkissjóð. Það eru þarna einhverjar reglur sem búið að setja sem að þið verði líka að taka til. Kannski höfum það líka áhrif þannig. Það meinar ef að samið mikla hækkanir á opinberum það er náttúrulega hrein áhrif á fjármál ríkissveitarfélaga. Þetta verður hluti af tekjubandinu sem að samningsaðilarnir verða að taka tillit til þegar þeir eru að semja. Núna þeir eru sem alltaf að reyna að komast að því að þurfa að taka tillit til tekjubandsins hjá fyrirtækjunum. Já. Og en þannig verður að búa til annað tekjuband sem það verða sem er kannski ekki alveg hart eins og tekjuband fyrirtækjana en svona hliðstæð. Er þetta að meina á kjarasamningnum á almennum markaði? Á almennum markaði. Já, kannski. Já, ég er eiginlega að segja það. En er það eitthvað svo skrítið ekki á mjög mörgum sviðum þar sem fólk með eitthvað tíma á samræmi í ávöxtum það, þú veist, það er eitthvað skuldbindingatæki, þú veist, og maður ímyndar sér að slíkt tíma á samræmi sé amplified að því að lifa í 4 ára kosningakerfi. Myndi ég halda, sko, ég er ekki búin að hugsa það djúpt og ég veit ekki hvort ég er búin að rannsaka það, sko, þá kannski þetta ekki svo skrítið. Fólk fyrir persónu lífi. Og þú myndir bara lifa í 4 ára, þá er þetta enn verða, sko. Já. Það var nú fyrir 20-25 ára síðan með pólitíska reglur. Það sem var reynd að finna þetta 4 ára. Þetta? Já. En það var í Bandaríkjunum sérstaklega. Ég þekki það ekki náður. Haldi manni eftir
Þórunn hérna, gerði einhver rannsókn á pólitískum hagsveiflum hér á landi, Þórunn Klementsdóttir, já. nú 20 ára, og hún fann það út að það væri bara tölvera hér á landi. Já, það. Já, ég veit ekki, það var kannski það sem þú voru að reyna að segja á þann að hérna þetta gefur stjórnmálamönnum aðhald sem kannski auðvelda þeirra starf, því að þeir pressan á stjórnmálamenn er alltaf að segja já við útgjaldatillögum, sko, og þá getur þess að nei, það er reglulega þetta, ég setti, sko, ég geta ekki út af þessari reglu. Ég held að reynslan frá Noregi, hún einmitt undirstrikar þetta, handlingsreglan sem að segja að nei bara taka 3% raunvexti af olíustöðum inn í fjárlögin á hverju ári. Þeir hefðu aðgang að hann öllum á hverju einasta ári ef það vildu, og svo sem Framfaraflokkurinn hefur hvað þetta er annað talað fyrir mikil aukningu á ríkisútgjöldum, og meðan að hinir flokkarnir hafa þá haft þessa handlingsreglu sem að almenningur skilur held ég að talsverðu leyti. Hvað er þetta? Ég meina svar stjórnmálanna ofta að embættismennin í ráðuneytunum segja að við getum ekki eitt meira, þannig að það er eins og þú segir, sko. Framtíðarkynslóðir eiga þennan Þetta er svona kannski réttar að segja en að segja nei, við viljum ekki byggja veg eða hvað sem það er. Það stela eins og börnum okkur. Já. Hvað segir þið, ein spurningi viðbót? Þetta er búið að rólega, þetta er bara búið mjög gott. Takk fyrir. Takk fyrir.